Komið sælir, kæru bógamenn. Hér kemur heilun að spilið ykkar. Það er spil númer 61 og heitir Notice the Details eða takið eftir smáatriðunum. Ok. Það er eitthvað í ykkar lífi sem kallar á að þið takið betur eftir. Það er verið að minna ykkur á hér að í öllum samskiptum að hlusta vel á það sem hinn aðilinn er að segja og geta ekki í eyðurnar. Fyll ekki upp í eyðurnar eða reyna að búa til svör. Heldur lesa frekar beint skilaboðin eða hlusta á það sem sagt er án þess að sem sagt gera sér upp einhverju skoðanir og reyna að lesa á milli línana. Það er eiginlega það sem ég verið að segja. Já, hvernig læt ég það stendur hérna. Don't read between the lines. Einmitt. Sko. Þetta hefur svolítið með svona bein og hrein og heiðarleg samskipti að gera. Og ég ætla að segja ykkur það að ég fékk þetta spil daginn og varðandi samskipti. Og ég tók þetta til mín, það er að segja, fór eftir þessu sem þarna stendur. Ekki geta í eyðurnar, ekki búa til eitthvað í kringum það sem ég verið að segja. Skoðaðu bara hvað var verið að segja. Algjört breakthrough. Við eigum þetta til. Við gerum þetta stundum og núna í dag, sérstaklega þegar svo mikið af samskiptunum okkar fer fram í gegnum skrifaðan texta á einhvern hátt. Þá, kannski eins og þið vitið margir hverjir, kæru bógamenn, það fer oft forgörðum ýmislegt í skrifuðum texta sem annars hefði verið mjög skýrt í munnlegum beinum samskiptum. Emoji kallarnir, tilfinningatjáknin, jújú, þau hjálpa til að tjá það sem er verið að segja og leggja áherslu og fleira, en þau ná samt ekki öllu. Og ég veit að unga fólki okkar í dag, krakkar, stálpaði krakkar, segja mér að við sem eldri erum, sem skrifum að mestu leyti bara án tilfinningatjákna, það er að segja, notum komur og punkta, að þið finnst þetta bara að vera frekar svona aggressífur báti að tjá sig á. Ok. Þetta er svona smá, kannski, kynslóðaskipt, ég veit það ekki. En langoftast er það náttúrulega bara þannig að manneskjan sem er að skrifa meinti hlutina alls ekkert á neitt aggressívan hátt. Hún var bara að skrifa eins og hún er búin að gera í mörg ár og lærði að skrifa með því að setja punkt á eftir setningum og þið skiljið hvað ég er að meina. Unga fólkið gerir þetta með öðrum stíl og það getur skapast misskilningur, ýmiss konar misskilningur út frá þessu. Ok, en ég ætlaði nú ekki bara að tala þetta, heldur ég ætlaði bara að benda ykkur á fallegu litina í þessu spili ykkar líka. Og það er einhver skilaboð í ykkar lífið á kringumstæðum sem að skipta höfumáli varðandi það að einhver sár grói eða að það grói heilt á milli ykkar og annarra mannesku. Þannig að
spilið mælir með því að þið skoði vel, var manneskjan virkilega að segja það sem þið haldið hún var að segja, eða var hún kannski bara að segja eitthvað allt annað? Eru þið að búa til eitthvað? Eru þið að gera henni upp skoðanir? Eru þið að túlka hana sem, til dæmis aggressíva, þegar það var alls ekki meiningin? Eitthvað svoleiðis er í gangi hérna og einhvers konar misskilningur sem hefur valdið sárendum og leiðindum. Og þarna þarf heilun að koma inn og það gerist ekki nema þið farið vel yfir hlutina og kannski þurfið að brjóta eitthvað nýs og reynilega hafa samband og fá hlutina á hreint svo að þessi misskilningur sé úr sögunni. Ok, þið vitið betur en ég hvað að ræða og nú er bara að tékka því hvort að þetta geti átt við eitthvað sem er í gangi. Kæru bógamenn, gangi ykkur vel með þetta. Ljós og kærleikur.